Já, veriði velkomnir áraði góður hér í Káa TV. Hér að fara að hefjast leikur Káa Þórs og Stjörnunar í ólíðsdeild kvenna handboltaveisla í Káamilinu í dag. Byrjum á þessum spennandi leik í ólíðsdeild kvenna og svo stórslagur Káa Hauka karlamegin klukkan 4. Þessi leikur hér í beinni á YouTube-rás Káa TV í boði Nesbræðra og Stjörnunarnámsins. Þökkum þeim mögnuðu aðilum kærlega fyrir það frábæra framtak. Karlaleikurinn eins og það á live í rás Káa TV, kostar aðgangur þar 1000 krónur. En aftur þessi frábært framtak hjá Nesbræðrum og Stjörnunarnáminu. Kíkjum örstutt á stöðuna í deildinni. Sjáum hana hérna, Valur tapaði sínu fyrsta stigi í gær gegn Fram. En annars Valslið búið að vera besta lið landsins í vetur. Stjarnan eins og það lið sem að hefur náð að fylgja þeim langmest. Það hafa tapað einum leik, það myndi móti Val. Og með sigri hér í dag koma þessir enn nær Valskonum. En Káa Þór hins vegar með 4 stig. Vonum innilega að stelpurnar nái 2 stigum hér í dag. Það hafa verið mjög góðar á móti toppliðunum. En svo við vantar aðeins upp á að halda út í kannski móti liðum í okkar svona svæði í deildinni. En kíkjum á lið gestana frá úr Garðavanum. Númer 12 Eva Dís Sigurðardóttir og 98 Darja Sesevic. Útileikmenn númer 3 Vigdís Arna Hjartardóttir, númer 4 Birta María Sigmundsdóttir, númer 7 Anna Lára Davíðsdóttir, númer 8 Anna Karin Hansdóttir, númer 9 Brittney Emily Kotts, númer 10 Bryndís Hulda Ómarsdóttir, númer 11 Helena Rut Örvarsdóttir, númer 17 Elisabeth Gunnarsdóttir, númer 19 Stefania Theodorsdóttir, 20 Eva Björk Davíðsdóttir, með 23 Lena Margrét Valdimarsdóttir og 24 gamla brýnið Hanna Guðrún Hauksdóttir. Ég sá bara Hanna Guðrún. Hanna Guðrún Hauksdóttir náttúrulega ekki gamla brýnið. En já, þjálfari Stjörnunar svo Rannar Guðmundsson aftur afskjótar þessu. En kíkjum á lið Káa Þórs. Káa Þór. Það eru frábærar fréttir í okkar röðum, sjáum þetta smá. Númer 1 Mattea Lónats og númer 12 Sif Hallgrímsdóttir. Útileikmenn í dag eru númer 6 Thelma Lísa Elmarsdóttir, númer 7 Selma Sól Ómarsdóttir, númer 9 Aþena Sif Einvarsdóttir, númer 5 Ólöf Mari Hlinsdóttir, hún mætt aftur, sem magnað, númer 15 Sólveig Lára Kristjánsdóttir, númer 17 Unnur Ómarsdóttir, númer 18 Natalie Soares Baliana, númer 19 Elsa Björk Guðmundsdóttir, númer 23 Lydia Gunnþórsdóttir og mætti aftur eftir meiðsli Rut Artjör Jónsdóttir, það myndar það heldur betur, 29 Agnes Vala Tryggvadóttir, 34 Svala Björk Svavarsdóttir og þjálfari svo að sjálfsögðu Andri Snær Stefánsson. Já, allt að verða klárt hér í KM-inu, fínasta mæting. Eins og svo ofta áður eru alltaf flestir hérna undir stúkunni. Og sjást ég ekki mynd. En það verður vonandi fín stemning að því að Stjarnan hörkulið. Þetta eina lið sem virkilega ná að fylgja Val í toppbaráttunni. Og gríðarlega mikilvægt stig fyrir gestinni boði hér. Sérstaklega fyrsta Valur tapaði stigum gegn Fram. En á sama tíma Káa Þór virkilega staðráðið að koma sér á beinabrautina. Svekkjandi tap að Ásvöllum. Í síðustu umferð, stelpurnar voru frábæra lengi vel.
voru yfir en slakur lokakafli þýddi að endanum 8 marka tap sem var engan veginn takt til leikinn. En íþróttirnar eru ansi grimmar og ef þú missir dampinn þá ertu bara einfaldlega í vondum málum. Og alveg klárt mann og stelpunum okkar ætla að svara fyrir þessar lokamínútur hér í dag. En þetta er farið að stað, gestirnir byrja leikinn. Helena klippir hérna Lenu og gekk með skotið utan og þetta er virkilega vel skotið hjá Evu. Eva Björk með fyrsta mark leiksins. Sittur hann algjörlega út úr stöðingu hérna og hérna kemur Natalia í gegn og Natalia miklu harðfylgi skorar. Já, Natalia heldur betur búin að koma sér betur og betur í takt við leik okkar liðs. Skoraði urmul á Ásvöllum í síðasta leik og gerir hér fyrsta markið í þessum leik, jafnar í 1-1. Helena þarf að mæta henni vel, frábær skytta, kemur boltann á línuna og þetta er vel klárað. Já, og finnur Elisabeth Gunnarsdóttur á línunni og Elisabeth skorar. Elisabeth, hún kann handboltafæið ansi vel og klárar þetta vel, en sjáu hvað Helena Rut er öflugur leikmaður. Frábær skytta og hérna sér hún það þegar leikmennum mæta út á mótinni á opnasta línunni. Rut er í horni, frábærlega gert hjá Rut, ofta verið unni en hún ver frá henni, hún Darja Sesevic sér við unni þarna. En virkilega vel gert hjá Rut hérna og hins vegar það muna heldur betur það. Við séum búin að fá aftur töfrakonuna okkar eftir meiðsli. Natalia langt fyrir utan og hún er ekki vandræð með þetta, hún Darja að verja þetta. Vantar kannski aðeins betra skotfæri en þetta. Kemur Helena keyrir á þetta og fær uppkastið, já. Júlia næra klapsaði í henni að fær guldspjald. En fín hjálparvörð frá Agnesi og náum þá að hafa stöðurina tiltölulega löglega, vissulega guldspjald á Júliu en ekkert meira en það. En áfram gakk. Eva Björk á að stýra sóknarleik gestanna. Og hérna missaði boltan. Afsakið þetta, klikkaði myndavélina hjá okkur. En Unnur jafnar hér í 2-2. Og þetta er lægi hér eftir, innur afsökunum þessu. Stjarnan í sókn, já. Það eru vandræði hérna á mörgum stöðum. Og þetta allt komið í lænuna. 4 mínútur á klukkunni, 2-2. Gestirnir hér í hörkusókn. Helena dregur vel í sig en fínt varnarleikur hjá Agnesi. Já. Agnes má eiga það, hún er komið virkilega sterk í vörn okkar í vetur. Æja. Helena núna öfumegin og þetta er góð sending frá Evinu línuna en nú klikkar Elisabeth og Rut Jónsdóttir kasta sér að boltan. Þetta gerur hún frábærlega og Káa Þór getur á fórustunni. Natalia er í hornið og nei, skotið frá Agnesi Völu framhjá. Ágætis færi en Agnes náði að klára þetta. Staðan því áfram 2-2. Jæja. Boltinn í hornið og Stjarnan heldur boltanum.
Hvað gera gestir núna? Ég segi, þetta aðeins að róast eftir fjörlegar upphafsmínúturnar. En þetta verður vonandi hörkuleikur. Yfirleitt eru mjög flotti leikir þessir tvö lið mætast. Eva fyrir Helena nær ekki valda bolta. Höndi kominu upp. Lena keyrir á þetta á Helena sem er skotið og skorar. Helena skorar og kemur Stjörnunni aftur yfir 3-2. Boltinn á línuna, brotið á Unni, ekki nokkuð spurning með það. Guldspjald á Elísabetu. Vondi lagi með Unni. Þess að það fengið smá högg hérna í síðuna. Unnur Grjótörn heldur áfram. Og guldspjald á Elísabetu. Þá bæði lið búin að fá spjaldið sitt. Rut á Natalíu, Natalia inn á línuna en Júlia grípur ekki boltan. Fínt færi en Júlia ótrúlega sagt ekki klár hérna. Við viljum mjög nösk á að redda boltinu hérna. Helena sem er skot, varði af vörninni. Ég segi mikilvægt að missa Garðbæing ekki frá okkur. Ég segi Stjarnan með frábært lið og hann Hrannar Guðmundsson að gera virkilega flott starf í Garðabænum. Kemur leysingin hérna frá Önnu Karen og Eva lendir hérna í Agnesi. Flottu varnarleikur nám lögluðu stöðunni. Stoppum flæðið. Sjáum að það er bara komin 4 mínútur frá síðan marki K.A. Þórs og Mattea Lónats við frá Helenu. Frábært að við fáum Mattea í gang. Og þetta er erfitt hjá Lídíu, færa sjálfsög vikastið. Ótrúlega áræðin og flottur leikmaður hún Lídía, 16 ára gömul. En ég er enga síður að stýra spilinu hjá okkur og er hvergi bangin algjörlega mögnuð. Kemur leysingi frá Unni. Rut með plásamandi breyti, frábær hreyfing hjá Rut, ekkert dæmt. Já, þetta fannst mér nú Brittney, við erum búin að missa á henni og klukka aðeins í hana en þetta er kannski bara línan í dag hjá þeim Sigga og Bjarka. Leysing frá Önnu Karen og Lena, þetta gerur hún vel, galopnar hornið og hún klárar þetta frábærlega og Stefania Theódórsdóttir gerir sitt fyrsta mark í leiknum. Já, þetta gerði Lena virkilega vel, hvernig hún dró alla í sig og losaði boltana háröldu tíma á Stefáníu sem var í úrvalsfæri og kláraði vel. 4-2 fyrir Stjörnunni hér eftir tæpar 9 mínútur. Natalia í rosalega erfiðri stöðu, hérna situr henni í stöngina, ekkert dæmt. Og Stjarnan á boltan, já við þurfum að vera klókari en þetta. Þetta er ekki mikið færi og hérna missir Helena boltan, setur bara beint á Nataliu. Mistök á báða bóa núna, Unnur brottið á henni. Já, eins og nú þurfum við að fá aðeins skarpari sóknarleik. Við erum ekki búin að skora hann í að vara 6 mínútur. Stjarnan með 2 mörk á þessum tíma. Leysing frá Agnesi. Natalia, flín hreyfing hjá henni. Losar hann hérna á Agnesi en búið að stoppa báðar. Lídía kemur sér smá vandræði en finnur Natalíu. Natalia, löngu færi, hittir ekki markið. Við erum að gera flókna hluti hérna. Og hér sleppa gestirnir með þessa sendingu fram. Endar hjá Brittney Coates sem að skiptir svo út af. Við megum einfallega ekki eiga svona kafla gegn þessu öflugulega liði gestanna.
Helena opnar hornið, þetta er vel gert hjá henni og flott mark í horninu frá henni Önnu Karen Hansdóttur. Fyrsta markið hennar. Mjög góð dreifing á mörkunum hjá gestunum. 5 mörk, 5 markaskorarar. Og Káa Þór þarf nauðsynlega að höggva á hnútinn. Komið markina í 7 mínútur. Natalia klippi fyrir Rut en mæta Rut ansi framalega. Ekki þarna hins vegar en þá hittir Rut ekki markið. Boltinn fram og hérna erum við bara alltof seinar að bregðast við. Þetta á ekki að vera hægt. Og Stefania skorar hérna gott mark. Já, þetta á maður ekki að sjá. Eins og vel gert hjá Darju að sjá sénsinn og kasta þessum bolta fram á Stefaníu. Tvær mínútur á hana Thelmu Lísu. Þá er það komið inn á klukkuna. Smá brans á rittaraborðinu. En jæja, hvað það? Áfram gakk. Stelpurnar manni færri. Við erum þannig með aukamann í sókninni. Stjarnan 4 mörk í röð. Nú eins og ég er búinn að segja síðustu mínútur, þurfum við að höggva hnútinn. Natalia klippir Rut, nei. Vantar meiri hreyfingu á okkur boltalausar. Eða bara þetta, Rut Jónsdóttir. Frábær hreyfing hjá henni. Sá að hún þurfti bara að gera þetta sjálf, hún gerði þetta bara sjálf. Skorar loksins tókst okkur að skora. Og staða nú 6-3. Rúm mínúta eftir af brottvísuninni. Helena frá Lenu. Lena með bolta sem að Rutnar krafsa í. Jæja. Við tökum því. Helena upp og hittir ekki markið. Já. Ekki oft sem maður sér Helenu klikka á þessu færi. Þessi afbragðsskytta. Og þessi bolti endar svo í netinu. Já, gengur ekki alveg upp hjá okkar liði hér í upphafsmínútunum. Og Helena með þetta 7. mark Stjörnunnar í tómtmarkið. Fyrsta markið endar í tómtmarkið. Brottvísunin að klárast. Sjáum hvað gera hér Natalia. Á Rut, brotið á Rut. Já. Spurning Andri Snær ekki að fara að taka leikhlé. Þessi miðastu alltof staðar. Gera gestunum aðeins og auðvitað fyrir. Natalia lendir hérna á Helenu og bakkar alveg frá henni. Og jæja, Unnur að krafsa sína bolta og fyrir kjölfarið nær Thelma Lísa valdaboltanum og átök Andri leiklið. Já, hárrétt. Stjarnan byrja leikinn töluvert betur, eru 7-3 yfir eftir hérna einhver 8 mínútna kafla sem við skoruðum ekki mark. Og Andri Snær Stefánsson tekur leikhlé. Blessunarlega er staðan þó ekki meir verri en þetta. 4 mörk, greitt jafnbolta. Já, sjáum við markaðastu leikmenn í liðinu. Helena Rut og Stefania báðu með 2 mörk hjá Garðbæingum.
Anna Karen Elisabeth og Eva Björk allar með 1 mark hjá K.A. Þór, Unnur Natalía og Rut allar með 1 mark. Þá það upptalið. Já, Sólveig Lára Kristjánsdóttir mætt í vinstri skyttuna hjá K.A. Þór. Sólveig Lára getur heldur betur þrumað á markið, magnað að fá hana aftur á völlin. Það er komið sér í stand eftir barspurð. Klippir þetta fyrir Rut með frábæra töfrasending á Júlíu á línunni en þessi varsla hjá Daríu gjörsamlega frábær. Exa þarna frábærlega við frá Júlíu og Helena klippir fyrir Lena og Evu og Eva missir boltan. Fyrir hérna af Rut og svo aftur að Garðbæingum út af, hann að K.A. Þór á hana bolta. Fyrirhálfleikur að vera hálfnaður. Og þurfum bara að finna leið fram hjá Daríu í markinu. Úrvalsfæri í síðustu sókn. Kemur boltan á Sólveig og nei, gengur ekki að koma alltaf inn á Unni, tapa bolti, tapa allt á mörgum boltum hér upp að við leiks. Og aftur komið markaþurf hjá okkur í K.A. Þór. Eva klippir fyrir Helenu, Helena inn á línu, brot til Elisabethu, þetta er rétt. Fínt að ná að stoppa Elisabethu löglega þarna. Og hérna á valda boltan, þá var þetta allan daginn viti. Eva klippir fyrir Helenu aftur og aftur boltinn á línun og Elisabeth skorar. Það er að gera svolítið svipaða hluti í sóknarleitum hjá okkur en þurfum að vera klókari í að lesa sóknaraðgerðir gestanna. 8-3 fyrir Stjörnuna hér í upphafi leiks. Sólveig keyrir á þetta og brot hjá henni. Rut á Sólveig upp og setur hann fram hjá. Já, sjáum hvað gestin gera hér. Eva klippir Helenu og hún fer Helena bara sjálf og brotið á henni. Sólveig Lára svona á gráu svæði þarna en sleppir með þetta. Og Helena reynir að koma boltanum í línuna, gengur ekki en Garðbæingar halda boltanum. Spurning með höndina. Og þetta er skref á Lenu, hárréttur dómur. Mattea kemur svo í leik. Það eru rosalega agaðar Stjörnustelpurnar. Fljótið tilbaka og gefa okkur lítinn séns á hröðum upplöpum eða setjabyggjum. Það er bara ansi erfitt ef við fáum ekki einhver auðveld mörk ef við til þess að brúa bilið. Sólveig Lára á Lítiu og Rut með magnaskot en hún er bara mætt, hún Daría í markinu. Frábær varsla hjá henni, skotið á Rut er náttúrulega gott upp í fjær og undir þetta skot hún sér hann alltaf seint en Daría hún er bara mætt.
Lena aftur tæp með skrefin og fær hérna ábendingu hún sé búið með skrefin en það brotið á henni og hún sleppir með þetta hana. Eva með skot af vörninni, boltan endar hjá Mattea kemur honum fram en eins og segi, gengur erfiðlega að fá hraðleipið, það akkurat þegar ég segi það, fyrir boltin á Rut og Rut Jónsdóttir að skora 4. markið. Já, þetta var flott, virkilega flott. Annað markið hjá Rut. 4 mark Káa Þórs, 11 mínútur eftir að þessum fyrri hálfleik og við þurfum einfallega meira af þessu, ná að loka vörninni og keyra í baki á þeim. Brittney. Já. Boltinn dæmdur af þeim. Fín finta hjá henni en mistu svo eða svolítið valdið að boltanum í kjölfarið og því fór sem fór. Og Káa Þór fristar þessa líka muninn. Fyrsta markaþörun hjá gestunum til þessa. Boltinn inn á línuna, Júlía, nei, það sér ekki Unni. Þetta sér hún hana og Unnur í gegn og það víti. Frábærlega gert. Unnur gargaði þarna á Júlíu, sendu boltastelpa og það skilaði sér í vítakasti, vel gert hjá Unni og á punktinn fer Rut Arnbjörn Jónsdóttir. Rut gegn Daríu og skorar, frábært víti hjá Rut. Annað markið hann í röð og minkar þetta í 3 mörk. Já. 10 mínútur eftir að fyrri hálfleik og það að kvikna meira líf í okkar liði. Helena, fín finta hjá henni og meiðist nú eitthvað við þetta en það fannst nú þetta bara fínn varnarleikur og hún er í lagi með Helenu. Það fengið eitthvað högg hérna en heldur áfram. Sleppa með þetta, fer vörnin út af, en það er komin virkilega vandræðin á sóknarleik gestana. Brittney á Lenu, Unnur stelur boltanum og Unnur missi boltan hérna og í kjölfarið missa gestinni boltan. Þetta er ekki góður handbolti sem við erum að sjá akkurat þessa stundina. En það er Káa Þór sem það er að slaka aðeins á hérna og byggja upp sókn. Já, stundum er það bara betra að stoppa aðeins og anda. Það kemur innleysingi frá Unni og Rut. Flottu bolti en Sóllára aðeins og seinna að sjá hvað Rut var að hugsa þarna og við fáum ekki sénsinn þarna. Þannig að sálsögðu brotið á Rut, þannig að við höldum áfram. Sóllára klippi fyrir Rut með gott skot en Darja, hún er að eiga magnaðan leik í markinu. Helena í smá vandræðum þarna en það er að losa sig. Kemur svo keyrir á þetta og brotið á henni. Flottur varnarleikur hérna. Voru mættar 3 í hana. Stjarnan ekki búið að skora núna í 7 mínútur. Og þá fær Helena aðeins að anda. Mæðir alltaf mikið á henni. Næja, Eva á miðjunni aftur. Skiptir enda við Brittney með skot af vörninni og í netið. Já, þetta er ekki lögleg miðja.
Já, hann tókst loksins að höggva hnútinn gestunum. 5-9. Lydia á Rut. Já, frábær hreyfing hjá Lydiu, ég ætla að vera að segja. Hún er flott hérna ára að sjá henni. En þetta var bara miklu meira en það. Frábærlega gert hjá henni. Hún hær að laufum boltan í netið. Og í kjölfarið aftur öflug vörn hjá Agnesi. Agnes mögnuð í bakkaranum. Sama hvort það sé Helena eða Brittany sem hún er að eiga við. Það er ekkert mikið að komast fram hjá henni. Kemur Brittany inn á miðjuna. Eva lendir í Agnesi. Frábær vörn. Ó, þessi hreyfing hjá Brittany. En þá segir Mattea Lónas hingað ekki lengra. Frábær varsla hjá Mattea Lónas, en þessi hreyfing hjá Brittany, hún gjörsamlega fintaði stelpunum upp úr skónum. En Mattea Lónas, þetta var heldur betur mikilvægt, þennan fjórða varða skot í leiknum. Og já, getur minkað inn í 2 mörk. Það er að snúast. Boltinn á Unni sem var búinn að leysa inn, en brotið á henni. Natalia á Rut. Getur hann á Lydiu og þetta er erfitt færi fyrir Unni, en þetta er frábærlega klárað. Unnur Ómarsdóttir setur hann einfalda bara yfir Darju. Færi þröngt. En Unnur Ómarsdóttir klárar þetta gjörsamlega frábærlega. Já, það er alveg ástæði fyrir þessi stelpar í landsliðinu. Búin að vera það öll þessi ár. Frábær hornamaður. Það er Lena með skot í stöngina. Frákasti hjá Natalíu og Rut. Ber upp boltan hérna. Kemur hún sem á Lydia, já. Rómur bara núna að byggja sókn, eða bara ekki. Til að stoppa Natalíu. Réttum að 4 mínútur eftir og K.A. Þór getur ótrúlega sett að minkað í 1 mark núna eftir erfiða byrjun. Þá er stelpunar heldur betur að finna taktinn. Vörnin, hann var öflugri Mattea að taka hann frá bolta, en umfram allt er sóknarleikurinn orðinn allt annar. Rut, frábær hreyfing, losar hann á Júlíu. Júlía skorar! Sjáu þið Rut Jónsdóttur. Og Júlía klárar núna frábærlega. Og hérna er boltinn dæmdur af gestunum. Þetta er heldur betur að snúast. Og K.A. Þór getur jafnað metinn. Já, þetta líst mér á. Aftur marka þurr hjá Stjörnunni. 3 mörk í röð K.A. Þór á skömmum tíma. Natalia á Rut. Natalia þarf að þóra aftur. Lydia á Natalíu. Natalíu núna öfum megin. Þetta er bara í gegn og já, búið með skrifin. Þannig að þetta er bara fríkast. Unnur með lýsinguna, en Rut þú bara skotið sjálf og þetta er vantarlega. Það fannst með Lena var inn í teig þegar hún stoppaði Júlíu, en vel getur Júlíu ná frákastinu. 2,5 eftir að þessum fyrri hálfleik. Eftir leysing frá Unni. Lydia með skoti og þetta er gull af skoti. Lydia Gunnþórsdóttir er að jafna metin í 9-9 og þá tekur Hrannar leikhlé fyrir gestina. Já, hérna hér 4 mörk í röð á K.A. Þór. Stjarnan ekki búin að skora í 5 mínútur slétt og Hrannar Guðmundsson hefur séð nóg í bili. Rétt rúmar 2 mínútur eftir af þessum fyrri hálfleik.
og eftir magnaða byrjun gestana er KA Þór búinn að taka öll völd af vellinum. Minnum á að þessi útsending er í boði Nes bræðra og stjórnunarnámsins. Þökkum þeim aðilum kærlega fyrir það magnaða framtak. Sjáum hérna skorumörk, Rut Jónsdóttir markaðist með 3 mörk, Unnur Ómarsdóttir og Lítja Gunnþórsdóttir báðar með 2 mörk. Já, gestinum þar eru Helena Elisabeth og Stefania báðar með alla með 3 með 2 mörk. En já, þetta er magnað að sjá. Það er eitt sem að við getum alltaf verið ótrúlega stolt af hérna í KA, bæði karlalið okkar og kvennalið KA Þórs gefast aldrei upp. Svakalegu baráttu andi alltaf í okkar liðum og það skiptir sköpum. En sjáum hvað við leikliðans Hrannars skilar gestunum. Helena komin aftur inn á, munar vissulega það að Helena var ekki inn á. Helena með skot og Mattea Lónats, hann klukkar hana bolta. Helena ætlaði að koma sér strax aftur inn í þetta, en Mattea Lónats sagði hingað og ekki lengra. Og KA Þór getur náð forystunni hér. Natalia, laus bolti bara endar hjá Agnesi og við sleppum því með þetta, en hún var aðeins klókari. Natalia upp, það bara hægt að gripi frá henni og Rut nær að stela þessu bolta. Natalia kemur hér í gegn og skorar. Natalia er að koma KA Þór yfir í 10-9. Natalia Suárez Baliana, hennar annað mark í leiknum. KA Þór 10, Stjarnan 9. Sjáum hvað að gera hér. Loka mínútan gengin í garð. Eva á boltan á Helenu og broti á Helenu. Helena liggur eftir. Fyrst að fengi eitthvað högg hérna. Já, það er einhverjar smá rifrildi þarna, það er Helena og Rut, en áfram gakk bara fríkast. Helena klippi fyrir Lenu, Eva með skoti, það er varið af Mattea Lónats. KA Þór. Býttunum við fannst nú Mattea snert hana bolta, en Stjarnan heldur það boltanum. Fer dýrvandi tími þess að til spillist hér. Hver tekur skotið? Lena með skotið. Það er framhjá. KA Þór leiðir því 10-9 í hálfleik. Ótrúlega furðulegu fyrri hálfleik lokið sem að KA Þór byrjaði ekki vel. Stjarnan gjörsamlega keyrði yfir okkar stelpur. En svo hefur dæmið heldur betur snúist við og þegar við förum inn í hálfleikin er KA Þór búið að skora 5 mörk í röð og Stjarnan ekki búið að skora í rúmar 7 mínútur. Hér sjáum við tölfræðina hjá KA Þór. Rut Arnfjörð Jónsdóttir mætt aftur og er markað með 3 mörk, þar af 1 úr víti. Unnur Ómarsdóttir, Natalia Suárez og Júlía Gunnþórsdóttir alla með 3 mörk og svo er Júlía Sóley Björnsdóttir með 1 mark á línunni. Í markinu þar er Mattea Lónats að stíga upp, kom með 6 varða bolta hjá gestunum. Þar er Helena Rut Örvarsdóttir með 2 mörk, rétt eins og það er Elisabeth Gunnarsdóttir, Stefania Theódórsdóttir og svo er það Anna Karen Hansdóttir, Brittney Kotts og Eva Björk alla með 1 mark. Og svo er Darja Sejsevic með 8 varin skot. Já, kíkjum á tölfræði liða áður en við tökum okkur smá pásu hér í hálfleik. 10-9
fórusta K.A. Þórs á að skotninning K.A. Þórs er 40% sem er ekki merkilegt en hins vegar sjáum við það að K.A. Þór með 3 tapabolta, Stjarnan 9. Það jafnar út þessa munin á skotninningunni. Aðeins 1 víti, það var hjá K.A. Þór og K.A. Þór mest skorar 5 mörk í röð, það breytti stöðun úr 5-9 í 10-9 og Stjarnan skoraði mest 4 mörk í röð, það breytti stöðun úr 2-2 í 2-6 og sjáum við líka tími í fórustu, Stjarnan 24 mínútur og K.A. Þór rétt rúmlega mínútu. En já, endur svo á að sjá tímalínuna góðu. Sjáum þetta Stjarnan með yfirhöndina alla fyrir hálfleikinn en K.A. Þór frábær endasprettur leiðir 10-9. En við tökum okkur smá pásu og komum svo fersk í seinni hálfleikinn og minnum aftur á að þessi útsending er í boði Nesbræðra og stjórnarnámsins.
Já, þá alltaf að fara að vera klárt fyrir síðari hálfleikinn. Bæði liðið mætt aftur í salinn og alltaf að vera klárt. K.A. Þórslagið magnaða í spilun sem að því einfaldlega eitt. Það alltaf að vera klárt. Alltaf að vera klárt. K.A. Þór leiðir 10-9 í hálfleik. Og verður áhugavert að sjá hvernig þessi síðari hálfleikur verður. Þessi mikið sveiflur. Stjarnan með frábæra byrjun. K.A. Þór eins og var miklu sterkari aðilinn á lokakaflanum og gerði síðustu 5 mörkin. Í þessum fyrri hálfleik. Hérna sjáum við smá samanburð á þeim Rut og Helenu. Það eitthvað svona aðal heilarnir í sóknarleik liðana. Rut með 3 mörk, Helena 2. Sjáum að Rut með 2 stóðsendingar, 1 hafa bolta. Helena ekki komið tafa bolta ennþá, en þetta farið að stað hérna hjá okkur og það K.A. Þór sem að byrja með boltan. Geta náð ótrúlega tveggja marka fórustu. Hver hefði trúað því þegar voru 5-9 undir, þegar voru 7 mínútur eftir af fyrri hálfleiknum. Natalia slakur bolti frá henni og það stela boltanum. Já, Natalia ekki fundið sig nægilega vel í dag og Eva lendir í Agnesi. Agnes Vala að eiga gjörsamlega sturlaðan leik í bakverðinum. Þetta bara með magnaðri frammistöðu sem ég sé bara lengi. Það kemst enginn fram hjá henni. Lena, flott hreyfing hjá henni en endanum stoppuð. Lydia aðeins bara bíða að sjá, eins og Lena, hún með öfluga hliðarræfingar en getur bókast bara bíða og sjá hvað hann gerir. Lítið að vera núna, Lena á Helenu, Helena keyrir á þetta, höndin uppi, fínn varnarleikur. Það stillið upp fyrir Helenu, nei. Elisabeth setur hann á Helena upp og Mattea Lóna sem mætt og ver frá henni. Já, munar heldur betur það að Mattea farin að klukka bolta núna. Fór rólega á stað en nú komið núna með einhverja 7 varða bolta eins og sjáið og að nálgast 50% vörslu. Natalia á Rut, milli 1-2 var frá henni en vítakasta enda sjálfsögðu. Já, þarna tók hún Eva eitt lítið aukaskref sem að þýðir það þetta vítakast. Rut Jónsdóttir á punktinn gegn Darju. Rut skoraði á hann og skorar aftur að miklu öryggi. Kemur K.A. Þór í 11-9. Og í kjölfari klikka miðjan hjá Stjörnunni. Já, þetta svo mögnuð íþrótt, handboltinn. Og aldrei að gefast upp. Og núna það 3 mínútur búnar af síðari hálfleik K.A. Þór 11-9 yfir. Stjarnan ekki skori 10 mínútur og hérna missir Helena boltan. Boltinn á markmaðurinn á boltan. K.A. Þór á hennar bolta. Já, leikur K.A. og Hauka á eftir. Byrja 16:15, búið festanum korter. Þetta svo sem alveg eðlilegt knappi tími milli leikja hérna. Og þetta verður einhver hasar hér í restina myndi ég áætla. En Rut Jónsdóttir á Natalíu. Natalia tilbaka á Rut. Hún fín færsla á stjörnuvörninni. Og kemur Natalia með skotið þar yfir hins vegar. Og já, Garðbæingar
fá hérna séns á að minnka þetta í 1 mark, en eins og ég segi, það er ekki búin að skora mark í 11 mínútur. Það er svakalega. K.A. Þór tók einhvern rétturumlega 8 mínútna kafla í fyrri hálfleik, en þetta toppar það. Helena keyrir á þetta og brotið á henni. Já, þessi mæða rosalega á Helenu í sóknarleik Stjörnunnar. Lena og Eva þurfa að stíga aðeins meira upp. Svo hefur Elisabeth verið í strangri gest á línunni. Þá kemur reyndar Eva með þessa frábæra hreyfingu, sækir víti. Þetta er nákvæmlega sem voru að tala um, og 2 mínútna brottvísun á Thelmu Lísu Elmarsdóttur. Thelma Lísa Elmarsdóttir, hennar önnur brottvísun. Önnur brottvísun hjá henni í leiknum, og Elisabeth fer á punktinn gegn Mattheu Lonats og skorar. Já. Mattheu var með eins og leiðin í öfugt horn og stoppaði bara. Þetta var það örugt hjá Elisabethu. Og hún er loksins að höggva á hennar rétturumlega 11 mínútna hnút sem var búin að vera hjá Stjörnunni. Minnkar í 11-10 og K.A. Þór manni færri. Fáum aukamann í sóknina. Rut á Natalia á Rut tilbaka og það vantaði smá upp á tenginga milli Rutar og Unnar hana, og því fór sem fór. Helena, þetta gerur hún vel, nýtir yfirtöluna, keyrir á okkur hérna og jafnar í 11-11. Já, 2 mörk núna á skömmum tíma og Stjarnan búið að jafna með til. Þessi leikur verður væntanlega núna háspennan lífsætta. Yfirleitt það leikir þess að liða enda með jafntefli eða hugsanlega 2 mörk sem skilur á milli, en þessi hreyfing hjá Rut Jónsdóttur algjörlega upp á 10. Spólar sig í gegn og skorar, enda er hún að gömlu kynslóðinu sem hann var með spólur. Þetta gerur hún frábælega. Rut, 5. markið í leiknum. Munar heldur betur, Mónsi komin aftur. Rut stillir boltanum, kemur boltanum á unni. Unnur, Júlia komið með henni. Já, Júlia fyrir gegn og skorar! Kemur K.A. Þór í 13-11. Já. Það var smá hik á Júlia að fylgja unni, en svo gaf hún í og það endaði með þessu marki. Já. Enn eitt tapaði boltinn hjá gestunum. Þeir eru orðin allt of margir. Helena á Lenu, Lena á Evu. Það er lítið um opnanir, svo kemur skotið frá Evu. Mattea ver frá henni. Og K.A. Þór með gjörsamlega magna taka á þessu núna. Stjarnan er með 11 tapaða bolta samkvæmt okkar bókum. 11 tapaða bolta, það er allt og mikið. Og svo kemur við að tala með skot í stöngina á og flottur varnarleikur Agnes Vala. Þetta er algjörlega magnað hjá henni. Það fer enginn fram hjá henni. En já, þessi gestlið með 11 tapabolta og það er búin 38 mínútur á klukkunni. Ef það er ætlað að fara með eitthvað hérna úr Káamilinu,
þá verða þeir einfallega að skrúa fyrir þessa töpu bolta. Sama tíma er skotendingin hjá K.A. Þór slakari. En návondi að bæta úr því. Boltinn hérna inn á Elísabetu. Þetta kom að því að fundu Elísabetu. Lena gerir þetta virkilega vel. Frábær rykking hjá Elísabetu á hárunum tíma. Skapar þetta færi og lögleg stöðvun hérna hjá Önnu Karen. Það er að stoppa Rut. Fagnar ekki bara gríðarlega. Natalia upp og hefur hettuna með sér fyrir stöngina aftan í Daríu í markinu og þar legur hann inn. Það telur alveg mikið. Það er að stoppa tíman. Þetta var alvöru árekstur maður. Helena og Agnes komandi að flegi ferða móti hver annari. Agnes stoppar hana en er Helena óánægð með hvernig tekið á henni í leiknum. Þetta leit ekki vel út sem betur verð þá fór þetta vel og báðar halda áfram leik hérna. Lena á Evu og það kom að því að Agnes misti sleppu með. Ég held að hún var að fara 2 mínútur fyrir þetta en það sleppu með þetta, jæja. Já, hérna, já, ok. Höndin uppi, Lena með skotið, það er slakt, það er hátt yfir og K.A. Þór kemur af stað hér. Rut á Natalie gegn en varir frá henni en K.A. Þór á innkastið. Já. Gengur erfilega hjá Natalíu að finna sig hér í dag en vel gert hjá henni að hún heldur alltaf áfram en það er ekki gott að leikmenn fara inn í sig og hætta að sækja markið. Natalia losar á Rut, vandraði hjá okkur núna höndinu uppi. Hver tekur að skari, Lydia, setur hann á Rut vantarlega bara skítur og kemur þetta skot sem er varið. Boltinn fram hér, erfið sending sem boltinn endar hjá Matteo Lónats. Það er ekki hvað Daría er að gera þarna og slappmyndi fyrir áleitum. En þetta er erfiðu bolti. Og K.A. Þór aftur séns í að ná 3 marka fórustu. Kemur leysingi frá Unni. Lydia tilbaka er hann aðeins að skikja á Rut. Það er Lydia bara sjálf, brottið á henni. Natalia á Rut situr henni í stöngina, frábærlega gert hjá henni hvernig hún kom með stefnubreytinguna en skotið í stöngina. Ja, fer Helena út og Brittany Kotz kemur inn á hennar stað. Þessi búið að mæða mikið á Helenu. Spilum hvort að Brittany nái að stíga upp hérna. Slakur bolti frá Brittany Kotz og Lena rétt nær að halda honum inn á. Brittany vendir í Agnesi, er að lúsa boltan. Það er þetta vandraði í sóknarleik gestana. Lena með skotið og hann endar af Matteo í netinu. Já. Og mikilvægur bolti, mikilvægt mark fyrir gestina. Natalia
henda Arja vel frá henni og kemur svo boltanum í leik. Helena fer fram hérna. Þarna kom alvöru finta. En svo kemur Mattea Lónats með vörslunar. Ná setjabyrgjunni, Unnur. En róar þetta að koma að því að Agnes Vala var tekin hérna frábær finta. En þá var bara Mattea Lónats mætt. Rut á Natalíu með geggja sendingu á Unnur Ómarsdóttir setur hann upp í fjær. Glæsileg sending frá Rut á Natalíu og Natalía aftur í bak á Unnur í úrvalsfæri og klárar þetta upp í skeytin. 15-13. Já. Leysingin hérna frá Stefaníu. Brittney boltan í horni, þetta er fínt færi í horninu og boltinn stöngin inn. Já. Og verði ekki stöngin inn eins og góðum maður sagði. En Anna Karen með sitt annað mark í leiknum minnkar þetta í 15-14. Það er svona hálfpartinn eins og þegar Helena fer út núna. Þá átti aðrir leikmenn Stjörnunnar sig á að það þurfa að stíga upp líka. Rut á Unni en boltinn lengi að byrjast til hennar. Höndur er komin upp núna. Þetta er vel gert hjá henni Stefaníu. Styrir þessum bolta og Stjarnan getur jafnað metið núna þegar síðari hálfleikur er hálfnaður. Þú er að fínt jafnvægi í þessum síðari hálfleik. Eva á Lenu. Lena sér þarna pláss og nýtir það frábærlega. Jafnar í 15-15, hérna opnaðist mikið pláss í hjarta varnarinnar og Lena, hún er að stíga upp núna. Boltinn á Júlíu og ekkert dæmt, þarna fannst mér að nú halda aftan í hana. Ekkert dæmt hins vegar. Og svo boltinn niður í horni, Lena fer ekki inn og Stjarnan getur náð fórustunni hér. Stilla upp í sókn, en þetta hefði ég haldið verið vítikast og Andri Snær er ekki sáttur. Fjórtán mínútur eftir að þessu, jafnt, 15-15, ekki hæsta skora sem við höfum séð í handbolta en spennustig eins og það með í herra sem við höfum séð. Brittney upp, boltinn í stöngina, Káa Þór á boltan. Og Andri Snær tekur leikhlé. Já, ég er sammála þessari tímasendingu. Stjarnan með 2 mörk í röð núna og aðeins að bregðast við breyttum sóknarleik gestana eftir að Helena er farin að spila bara vörn alltaf núna síðustu mínútur. Þökkum aftur Nesbræðurum og stjórnundanámi fyrir að bjóða upp á þessa útsendingu frítt hér á YouTube. En hérna sjáum við skoruð mörk í leiknum. Rut Arnfjörð Jónsdóttir markaðist með 5 mörk. Unnur Ómarsdóttir og Natalía Suárez báðu með 3 mörk. Aðrar minna hjá gestunum, þar er Elisabeth markaðist með 4 mörk. Helena Rut með 3 og svo eru aðrar með minna. En já, 15-15 hér og tæpar 14 mínútur eftir. Sólveig Lára Kristjánsdóttir mætt í vinstri skyttuna. Það er Natalía aðeins að hvíla.
En þetta er farið að staðinn aftur. En ég segi, leikir þessara liða eru alltaf algjörlega magnaðir og við gleymum ekki öllum hasar sem hafa verið í kringum leikina í Garðabænum. Og var hann leikur hér fyrir 3 árum síðan sem að K.A. Þór vann með flautumarki yfir allan völlin. En hérna liggur Lena eftir og ætlar að fekk högg á putta. Virðist vera sárkvalinn. Úff, þetta lítur ekki vel út. Já, virðist það að farið úr lið eða eitthvað. Hún er þetta sárkvalinn, hérna það var að reyna held ég að kippa með liðin. Þetta afar ljótt að sjá. Lena búin að líka sérstaklega búin að vera að stíga upp núna fyrir gestina. Já, sendum hlýja strauma til Lenu. En verið að huga henni, þá kemur sjúkraþjálfari K.A. Þórs, Árni Björn. Aðstoða líka, sjálfsögðu allir aðstoða í svona aðstæðum. Afar leiðilegt að sjá þetta hér. En já, eins og segi, Stjarnan búið að jafna núna aftur í 15-15. Síðustu 2 mörkum og alveg ljóst að við verðum í hörku baráttu hér stigin 2 hér í dag. Minnum svo á að klukkan 16:15 er leikur K.A. og Hauka karlamegin. 16:15 sem sé að búið að fresta honum korter. Hann er í beinni á live í Rás K.A. TV sem kostar 1000 krónur inn á. Er einhver læknir í húsinu? Þá mátti hann gjarnan koma á aðstoða. Já, það virðist vera læknir í húsinu sem að kíkir á Lenu hér. Það er klappa fyrir Lenu sem að rölti hér út af. Ég segi báðir sjúkraþjálfararnir og svo núna betur verið. Það var læknir í húsinu, þannig að það verður eitthvað hugað að henni en já, sendum allra bestu kveðjur á Lenu og vonandi að hún nái sér fljótt. En þá erum við að vera klári að halda leika áfram og það er alveg spurning hvernig svona uppákoma fari í liðin því núna skiptir rosalegu máli að ná að hrista þetta af sér og halda áfram dampi. Og nú er bara einfaldlega komið að því að við sjáum hvernig liðin bregðast við. K.A. Þór heldur leik áfram hér en ég segi Sólveig Lára komin í vinstri skyttuna. Lítið á Sólveig fer bara sjálf en setur boltan svo á Agnesi.
Og erfiðu bolti frá Liti þarna á línuna, gengur ekki. Og Eva á helinu sem núna öfugum megin. Þetta eins og eftirlega Lena frá og það er alltaf einhver að taka hægri skiptuna og það er þá Helena Rut. 12 mínútur með rétt rúmar eftir. Stjarnan getur náð fórustunni, það kemur slakur bolti frá Brittany Coates. 13. tapaði bolti frá gestunum. Þetta eru ótrúlega tölur. 13 tapaði bolti, það er næstu jafn mikið að mörkið þess að við erum búin að skora í leiknum. Man ekki eftir að sé svona jafn milli marka að skora og bolta að tapa það. En hvað það? Sólveig Lára í gegn, en vá, Darja, hún er bara búin að lesa hana, plampa sig niður og vera hana bolta. Og bolti er dæmdur af Brittany Coates. Brittany Coates ekki eiga góðan leik. Það er að segja sóknarlega. Leiki hlutverki í varnarhættinu hjá þeim, en Brittany oft sýnt betri sóknarleik. Og rauninni bara bæði lið. Það er svona 15 mörk, ekki mikið skorað á þessum tímapunkti leiksins. Rut á Lydiu. Rut fann að skyggja heldur betur á Rut. Anna, en þetta bara fylginni kemur þetta frábær heim hjá Rut, en Brittany flotta hjálpaður þannig. En við þurfum að leysa það sem byrjar að skyggja á Rut. Höndi komin upp. Lydia niður í hornið, einhverjum þarf að skjóta, kemur hann þar Rut með örvendingaskot, brotið á henni. Við þurfum bara að stilla upp, já það er bara einsending eftir, við þurfum að stilla upp. Og stillum upp fyrir Sólveigu Láru, öfugum megin. Já. Sólveig Lára langt frá. Kemur hér upp og skotið í stöngina og frákast hér á gestunum. Ég hafði ekki svaka trú á þessu skoti, en það munaði minnstu þarna þessi fari inn. Jæja, markaþörf báðum megin. K.A. Þór ekki búið að skora í 6,5. Stjarnan ekki 4,5. 10 mínútur eftir núna. 15-15. Brittany inn á miðjuna, getur fyrir Helenu. Telma stelur boltann, kemur hann á Sólveig Lára í gegn og skorar Sólveig Lára Kristjánsdóttir. Vel gert hérna Telmu að ná valda bolta þarna, kemur hann svo fram á Sólveigu. Sólveig skorar, þá tekur Hrannar leikhlé fyrir gestina. 16-15, loksins kom markið sem voru búin að bíða einhverja 7 mínútur eftir. Og þá tekur Hrannar Guðmundsson leikhlé fyrir gestina í stunni 16-15. Eins og þegar markaskorið er svona lágt, þá mun heldur betur muna hvert einasta mark í þessu. Sjáum hér skorumörk. Rut Arnfjörð Jónsdóttir markaðist með 5 mörk fyrirgefi. Svo er Unnur Ómarsdóttir og Natalia Suárez báðar með 3 mörk. Lydia og Júlia báðar með 2. Elisabeth markaðist hjá Stjörnunni með 4. Helena Rut með 3. Svo er það Stefania og Eva Björk báðar með 2 mörk. Þessi munar eðlilega fyrir Stjörnuna að missa Lenu út þannig í þessu meiðsli. Og við erum þá með Helenu í hægri skiptu, það er ekki að breyta núna, Helena komið vinstra megin og það er Brittany Coates sem að fer þá í hægri skiptuna. En það er alltaf svolítið öðruvísi flæða bolta þegar þú ert með réttinda leikmann í hægra megin. Vissulega getur það eins og að hjálpa stundum hvað varðar að lósa boltanum í horn. En sjáum hvernig þetta spilast. Stjarnan að hefja leik á nýju, markið undir.
Bæði lið eiga eftir leikhlé. Þannig að þetta verður háspenna lífsætta. Háspenna lífsætta hér í Kámilinu eins og svo oft áður. Helena á marki. Mattea ver frá henni. Frákastið er hjá Sólveigu en Sólveig dæmt lína á hana og Stjarnan hendur boltanum. Helena fer í gegn og skorar, sleppur þetta fram í Agnesi, kom hann heldur betur á strauginu, fekk boltan á hárunum tíma, vel gert hjá gestunum. Hér opnið fyrir Unni Ómarsdóttir, situr í stöngina, frákastið hjá gestunum. Virkilega vel gert hjá okkur, taka hann hraða með því og keyrir bakkjöðum, en Unnur óöppin boltið í stöngina út. Og hérna missaði boltan út af. Tapaði bolti númer 16. 16. tapaði boltin. Ég trúi ekki þessum tölum. Það eru jafn margir tapaði boltar og það eru búin að skora. Kemur leysing frá Unni. Sólveig Lára upp. En situr hann framhjá. Stjarnan aftur í séns á hann á forystunni. Helena klippir fyrir Brittney minna hóra markið þannig að hann kemur þetta skot sem er auðvöld fyrir Mattheu Lónats og þessi ansi lítið markaskor núna og hvert einsta mark mun telja gríðarlega núna á lokamyndunum. Boltinn á línuna, Júlía Sóley. Brittney nær löglegri stöðun þarna. Já, Júlía á ekkert mikið að fara að fá ódýr vítaköskirina. Það þarf að hafa ansi mikið fyrir því. En þetta virðist að vera bara línan í dag. 7 mínútur eftir. 16. Og kemur Rut hérna, náum að klippa aðeins inn í þetta aftur. Rut með skotið, steinliggur Rut Arnfjörð Jónsdóttir. Kemur Káa Þór í 17-16 og hvað hér? Ekkert dæmt. Og Mattea færði bara varði bolta en Stjarnan fær innkastið. Mattea Lónats komin með 12 varðabolta og við takkum fram úr Daríu með 11 varðabolta innum einn. Brittney Coates missir aðeins að valda bolta. Við að flauta hérna. Það er vörnina standa. Eva klippir fyrir Helenu, Helena með skotið og það steinleikur fastu boltan östöngina og hún jafnar hér metin í 17-17. Rut róar þetta og við stillum upp. Já, nú er Rut bara einfallega tekinn alveg úr umferð. Lydía keyrir á þetta, situr hann á Sólveig Lára með skot með varið, frákastið hjá Sólveig í gegn og fær vítakastið! Harfylgi hjá Sólveig og Láru, aldrei að gefast upp og fær þetta vítakast og guldspjald á Hrannar, þjálfara Garðbæinga. Þetta var eins og bara rétt, hún náði frákastinu og var brotið á henni. Þá er Rut á punktinum gegn Daríu Sesevic.
En Rut, vá, þetta var samfærandi algjörlega upp í skeytin. Kemur K.A. Þór í 18-17, 5 mínútur eftir. Já, nú þurfa sko allir að vera með. Rut kom með 7 mörk, 3 vítum. Búin að vera að draga vagnin hjá K.A. Þór í dag. Eva á Helenu, Helena lendir í Rut og það er þryggjastig, það er réttdómur. Eva slakur bolti, tapaði boltinn hjá Garbaðingum. Rut kemur hann á unnur vippar yfir Darju. Kemur K.A. Þór í 19-17. 2 marka munur aftur. Og svo kemur Helena við þessa árás, stoppið af Agnesi Völu. Agnes nær hann að löglegu stöðuninni. 4 mínútur eftir. Þá tekur Hrannar sitt loka leikhlé. Stjarnan 2 mörkum undir. Og þetta fara að líta vel út, en við svo sem þekkjum það að hlutunum fljótir að breytast. Og þetta er hvergi nærri búið. Minni aftur á að við þökkum kærlega fyrir að Nesbræður og stjórnarnám bjóða upp á þessa útsendingu. Þessum er hún hér á YouTube-rás K.A. TV. Svo í kjölfarið klukkan korter yfir 4 og seinkað korter er kallaleikur K.A. og Hauka. Hann er á live í rás K.A. TV. Kostar 1000 krónur að horfa þar. Hægt að nálgast linkinn á ka.is og öllum helstu samfélagsmiðlum K.A. En hér er allt að vera klárt fyrir lokasprettin. K.A. Þór á þessu eftir leikhlé. En alveg ljóst að Hrannar Guðmundsson hefur kokkað upp eitthvað mikilvægt. Það þurfa gestirnir helst mark núna. Helena opnar hornið en nær ekki að valda bolta, en vissulega brotið á hérna Helenu, þannig að Stjarnan heldur boltanum. Helena keyrir á þetta. Eva lítið óttanir núna. Kemur Helena með skot, það er varið frákast hjá Elisabeth og Elisabeth skorar. Mikilvægt frákast hjá Elisabethu, heldur Stjörnun inn í þessu. 19-18. Sú er búin að reynast mikilvæg. 5 skot, 5 mörk. Áfram klippaði Rut alveg, meira sem var úr mynd. Natalia mætti aftur. Kemur Natalia! Ótrúlega mikilvægt mark. Ég sé ekki búin að vega hennar besta leik, en það magnaði við Nataliu. Hún heldur alltaf áfram og skorar hérna mikilvægt mark. Og svo kemur Mattea Lónats með markværslu. Já, Mattea Lónats. Ver hennar bolta. K.A. Þór 2 mörkum yfir, 2,5 eftir. Hvað gerir stelpunar hér? Natalia á Lydiu. Fínt að fá bara fríkvössin stelpur. Það er úr þess að boltaninn á Júlíu og línunni gengur ekki. Það er kannski ekki alveg sensanlega að taka núna. En þetta er ruðningur á Stefaníu. Stefania keyrir þarna unni og unnur klók. Hún bara stendur. Tæpar 2 mínútur eftir. Og nú þurfum við bara að vera klókar. Við erum að spila 5 á 5, við stöðum að taka Rut úr umferð. Þá er hann nóg pláss til þess að koma sér einhverja stöður. Natalia með áhugaverða tilraun hérna. Kemur hann aftur. Brittany brýtur á henni, já.
klókt, tími vinnur með okkur. Anna reynir að klippa Rut út, en hún má ekki stoppa hana svona. Hún verður að hleypa henni af fríkastinu. Rut, höndurinn uppi, Rut með skotið, en Darja nær að klukka boltan. Og þetta er ennþá séns, rétt rúmlega mínútu eftir, Stjarnan þar mark og það fljótt. Helena keyrir á þetta, búið með skrefin, hárrétt, fríkastið dæmt. Líklegt að Helena tækja skarið. Agnes Vala er að kóra sinn leik, stýrir þessu bolta, setur hann Unnur á Natalju, liggur lítið á Natalja fer bara í gegn. Frábær varsla hjá Darju, en Unnur nær frákastinu og skorar og hún er að klára leik. 21-18 fyrir K.A. Þór, hálf mínúta eftir. Já, hér þvílík frammistaða hjá okkar stelpum. Þetta er að renna út í sandinn hjá Stjörnunni. Ekkert dæmt hér. Frákastið hjá Rut. Örfáar sekúndur eftir. Og þetta væntanlega bara klára svona. 21-18 sigur K.A. Þórs. Þetta er ansi mikilvægt, 2 stig í hús. Vinna hér Stjörnuna, aðeins annað tap Stjörnunar í vetur, staðreynd. Og hver hefði trúað því þegar staðan var 5-9 fyrir Stjörnuna, þegar voru 7 mínútur eftir af fyrir áleitnum. En K.A. Þór einfallega tók völdin á vellinum og ég held að ég geti alveg sagt að þessi sigur hafi á endanum verið sanngjarn. Þegar litið er á leikinni í heild sinni þá voru stelpurnar einfallega aðeins betri og það magnaða er líka að Stjarnan skorar 18 mörk en það tapa boltanum 19 sinnum. Það tapa fleiri boltum heldur en það skoruðu mörk og það er eitthvað sem ég held ég aldrei séð áður. Sjáum hérna markaskorurina. Rut Jónsdóttir markaðist með 7 mörk, Unnur 5, Natalja 4, Lydia, Júlía báði með 2 mörk og svo Sóley Lára með 1 mark. Mattea Lónats varði 15 bolta. Nú sýnist mér stelpurnar ætla að fagna þessu vel. Já, frábær sigur í hús. Kíkjum svo á markaskorarinn hjá Garðbæingum. Helena Rut Örvarsdóttir markaðist með 5 mörk, ásamt henni Elísabet Gunnarsdóttir, Stefania og Eva Björk báðu með 2 mörk, svo var það Vigdís, Anna Karen, Brittney og Lena Adda með 1 mark. Í markinu var Darja Sesevits 14 skot. En Gengið svo tölfræðilið að sjáum hérna 21-18 sigur K.A. Þór, skotnýtingin 42% hjá K.A. Þór gegn 50% í Stjörnunni. En eru þau að sjá tapaða bolta? Þeir eru vissulega 7 hjá K.A. Þór sem er fullmikið, en þeir voru 19 hjá Stjörnunni. Þetta er tölfræði sem ég bara man ekki eftir að hafa séð áður. En vítanýtingin 100% í báðaliðum, 3 víti hjá K.A. Þór, 1 hjá Garðbænum. K.A. Þór skoraði mest 6 mörk í röð þegar veitti stöðunni úr 4-9 í 11. Nei, 5-9 fyrirgefi í 11-9. Og K.A. Þór leiddi mest með 3 mörkum í veitti stöðunni 21-18. Þannig að Stjarnan leiddi 3-8 með 5 mörkum.
En já, ég heldur fyrir að fara að segja það gott. Minni aftur á að leikur Káa og Hauka kallamegin byrjar hann að kortir yfir 4. Hann verður á live í rás okkar Káa TV manna fyrir 1000 krónur. Og endilega fylgist vel með þeim leik. Strákarnir eru ákveðnir í að leggja Hauka sem eru búin að vera miklu skriði. Sjáum hérna hvernig síðari hálfleikurinn spilaðist. Stjarnan aldrei yfir í seinni hálfleik. Og endanum vinnur Káa Þór 3 marka sigur. En já, annars bara þökkum við kærlega fyrir okkur í dag. Þökkum aftur Nesbræðurum og stjórnarnámi fyrir það að bjóða upp þessa útsendingu frítt á Káa TV rásinu á YouTube. Og annars ég Ágúst Stefánsson og Stefán Jóhansson var með mér hérna. Sjáum svo að rétt að lokum smá samanburð á markaðstu leikmönnunum. Rut með 7 mörk, Káa Þór Helena 5. Og já, Rut með 4 stóðsendingar hið minnsta. En allavega, við þökkum fyrir okkur í dag. Bless, bless!